Fænar. Þannig að þeir hérna eru algjörlega vanið því að keppa móti ykkur öðru þessu tveir menn. Og það er Kai og Slayer til þess að koma að þetta. Flott DP hérna til þess að halda þessu áfram. Með spurningu hvort að Strive Kai fundamentalið er að fara bjarga þessu, eða er það Slayer sem að Crownless Steve er greinlega búinn að vera að æfa sig ágætlega vel með. Enda líka, hann spila náttúrulega líka Slayer í Strive, en hann er á góðum stað hérna. Tension. Það er burst hérna. Crownless er með tension ef hann vill nýta. Akkurat, þarna kemur það. Hörru, hann hitti meira þessu og cancelar og allt saman maður. Og þetta er það fyrsta round á Crownless bara deletar þarna 30-40% þarna af lífinu. En Egil, mjög flott hérna. Flott. Offense frá Egil hérna að venju. Tilbúin þetta, burstið þarna. Kemur áfram. Ok, nær að stoppa offensið þarna aðeins og aftur nær að stoppa. Hann er með góðan meter, tension hérna. Hann er upp í loftið. Er þetta nóg hérna til þess að gera? Hann er ekki með burst til þess að stoppa þetta, en hann er með tension til þess að akkurat ná smá offensi hérna. Er það nóg? Það getur verið nóg. Hann er ekki með burst sjálfur. Þetta er, hann þurfti bara, aðeins meira. Og hann hoppaði yfir þetta held ég. Hann defense á þessu og final round hérna, ok. Þannig er þetta aðeins byrjað að jafnast. Já, eins og langt í burtu fyrir þetta. Ok, nær að pota inn smá damage hérna. Flott. Cancel þarna til þess að koma sér í burtu. Erfitt DP. Og með slömmstaðan uppi í loftinu. Nei, heyrðu súperið hérna. Það tekur alveg dágóðan mikið af lífi. Cancelar til þess að ná aðeins meira. En þeir eru mjög jafnir. En hann er með 3 tensionina. Það er að stoppa. Og hann er með burstið. En nær ekki að nýta sér burstið og Egil tekur fyrsta leik hérna. 1-0 fyrir Egil. Ok. Þá er hugsun hvað hvort að hann Crownless nær að snúsa við núna. Hann stóð sér nú mjög vel hérna í leiknum. Þetta er að venju, bara mjög nálægt. Þeir eru náttúrulega vanir að keppa móti hvort öðru. Þeir kannski þekkja aðeins venjurnar hjá hvort öðru. Leiðilegt að komast inn í þetta. Þannig er í hotninu. Flott. Ok. Þannig nær honum einna áfram. Þetta er gott hjá honum. Og er þetta nóg? Ekki alveg nóg. Það er eitt hitt í viðbót. En kannski nær Egil að snúsa við. En ekki svo gott. Crownless tekur fyrsta round. Já, DP hérna. Vel gert. Egil að ná að koma góður damage hérna á hann. Flott. Það er með að setja þessi sigil upp hérna. Góð vörn. Nei, heyrðu. Leiðilegt burst þarna, en lukkulega nær Egil ekki gera mikið gegn þessu fyrir hann, Crownless. Flottur, kemur hún til vegginn. Nei, og burstið þarna til þess að klára. Koma hann í burtu. Þetta er alveg nóg hérna. Ekki alveg nóg, það var átt í mér. Núna er spurning hvort hann er að gera eitthvað gott eða ekki. Þetta er bara, hann er, nei, þarna akkurat. Final round, aftur. Leikur 2 er aftur final round. Það þarf hann að gera eitthvað gott, hann
Crownless þarf að reyna að ná leik hérna á töfluna. Gott EP til að koma ná sér. Heyrðu, talandi að gera eitthvað gott. Crownless að standa sig mjög vel hérna. En einn gott þró til að koma aftur í vegginn. Og Sigil aftur throw hérna. Heyrðu, hann að gera góða hluti. Er þetta samt nóg? Burstið, hann var nýbúinn að fá burstið þarna. Treyta Supera. Aftur throw. Egill að bara ná þessu. Þetta liðlegt ef hann Nei. Crownless tekur þetta. 1-1 hérna. Ok. Vel spilað hérna hjá báðum. Hann að halda hann mjög vel í burtu hann Egill. En Crownless gerir líka mjög mikið damage þegar hann loksist kemst inn. Þetta gott kombo hérna í erinu. Backthrow í vegginn. Aftur tilbaka, backthrow tilbaka. DP. Super, en ég held að það sé komin á. Já, hann allt og hátt uppi til þess að ná að hitta á það. Hann á möguleika að geta nýtt sér það aftur eftir smá stund. Hann okkur það, eða Egill getur það líka. Talandi það, Egill nærði. Og hann hittir rétt í. Crownless var heppinn þarna. Nefnda bara í einu höggi þarna. Þetta nóg, ekki alveg nóg. Og þetta var Crownless sem næði þarna. Fyrsta rándinu. Það var næstu í double K og aftur sko, það hefði verið klikkað. Crownless að standa sig mjög vel einmitt gegn þessu, en ég meina Egill. Þeir eru hnífjafnir hérna. Gott offense hérna, cancel á þetta, en vörnin hjá Egill bara viðhelstir eru þvílíkt vel. Þetta voru örugglega 15 sekundur af engu damage. Burstið komið í vegginn. Flott hérna, damage hjá Crownless. Superið, hann hittir, já. Cancel til þess að halda áfram. Þetta var gott damage hérna. Crownless kominn á slæman stað, varði líf og meter. En hann á burst ef hann vil nýta sér það. Það spurning hvort hann vilji geima hann á næsta round. Því að það gæti vel borga sig. Góð vörn hérna hjá Nei, og þarna það aftur 1-1. Hnífjafnir leikir hérna hjá þeim sko. Aftur komið 1-1. Crownless byrjar þetta vel. Backthrow. Burst á ekki góðum stað þarna. Óreddið, en er ekki að followa upp með DP-inu. DP whiff. Dangerous DP whiff þarna. Búinn að jafna lífið. Er ekki alveg tilbúin í það. Hann ásamt burst hérna, hann er á góðum stað. Nýtir sér það, já, sannlega nýtir sér það. Og hann á meter líka til þess að nýta sér. Nei, þetta var því miður DP-ið ekki alveg að borga sig þarna. Og Crownless tekur leik 3. Kominn á set game hérna. En ég meina þetta svo jafnt. Ég hef alveg trú á því að Egill gæti snúið þessu við. Okay. Meðan hérna, hún aftur þessu stomp hérna. Cancelið, ok. Herðu, ok, hann meðan á góð stað. Þetta DP hefði geta verið hættulegt. Hann ekki að gera mikið gegn því. Egill á líka burst. Ég veist ekki hann vilji nota í hættu. En þarna akkurat burst búið hjá hérna Crownless.
Fortress Defense er bara uppi hérna til þess að passa upp á þetta. Og það er hérna treytar, tilbúin í treytið og ok, set round á Crownless Chief. Egill er samt ekki að fara að gefast upp, ég veit það vel. Þó að Crownless er nokkuð góður í pressunni hérna. Egill þarf bara að koma honum akkurat í andstæðu núna, hann þarf eiginlega að koma henni vegginn. En shit, þarna cancelið. Ok, þetta er ekkert lítið damage sem að hann pumpaði á Egill hérna. Er þetta nóg til þess að klára? Nei, backthrowið hérna. Núna kemur comebackið. Nei, og þarna er það backthrowið. Það var bara ótrúlega vel spilað þarna. Crownless Chief heldur áfram í loser final. Bara rosalega vel spilað hjá báðum, en Crownless hafði yfir höndina. Heyrðu, þá förum við bara í winner finals. Wus Bobbin og